í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Já, fyrir mörgum var svona frétt síðustu viku kosningar í Bandaríkjunum, borgarstjórnarkosningar í New York, þar sem að Zohran Mamdani sigraði, yfirlýstur sósíalisti og svo er hann múslimi og innflytjandi og stilli sér upp sem eiginlega höfuð andstæðing alls þess sem að Trump stendur fyrir. Þetta vakti svona gleðihrinu svona vinstri helming heimsins, held ég, og til þess að svona reyna að meta það hvaða merkingu þetta hefur í Bandaríkjunum og ekki kannski síður í svona vinstri hreyfingunni í heiminum. Hingað komið fólk svona sem að held að sé allt svolítið vinstra megin í lífinu. Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar, Sanna Magdalena Mörtudóttir, forseti borgarstjórnar, Rósa Björk Brynjólfsdóttir, ráðgjafi og fyrrverandi þingmaður bæði VG og Samfylkingar, þú ert alveg kjörin í þetta. Og svo Finnur Delsen sem er prófessor í heimspeki við Háskólann og hefur starfað inn í VG eða ekki? Jú, svona árum áður, kannski aðlega. Já. Herðu, þetta er svona frétt sem eðlilegt að spyrja sko, hvaða merkingu hefur hún? Sólveig Anna. Já, fyrir mig og fólki sem að ég umgengst þá held ég að þetta hafi mjög jákvæða merkingu. Ég held að við séum öll mjög glöð af því að hann Mamdani og hans fólk þau tala bara mjög opinskátt og hreint út sínar pólitísku skoðanir og sínar fyrirætlanir að hyllast svona demokratískan sósíalisma, leggja áherslu á hagsmuni verkafólks, vinnandi fólks og leggja jafnframt áherslu á samstöðu þessara hópa sem leiðina til þess að geta náð árangri, til þess að geta farið að breyta hlutunum. Og það er margt sem að við í Eflingu tengjum við í vinnubröðunum hjá honum og hans fólki. Þessi mikla áherslu til dæmis á skipulagningu, það að fara út, ræða við fólkið, þau tala að þau tali ekki á fólk heldur hlusti, tolerans fyrir því að fólk þurfa ekki að vera sammála alla hluti, heldur megi vera með fjölbreytta sýn og fjölbreytta skoðanir svo lengi sem að fólk sé sammála stóru málin sem eru efnahagstilveru skilyrði vinnandi fólks. Þannig að við horfum til hans og hans fólk og óskum honum alls hins besta. Hann var, kosningabaráttan byrjaði eiginlega þannig, hann var að taka viðtöl svona á götu og maður var alltaf að hlusta á fólkið í New York lengi framan af og eiginlega alveg til enda. En Sanna Magdalena, hvað er þetta hvatning fyrir þá sem var starf í borgarpólitík í Reykjavík? Þetta var mjög ánægilegt að sjá að hann hefði sigrað og flottur, skemmtilegur, hress, ungur sósíalisti og hann auðvitað einmitt náði til fjöldans og þetta var fólki sem var að vinna saman og hann var með næst í 105.000 sjálfboðaliða. Ég sá þarna á síðan hans að talan var 104.700 og eitthvað, minni mig. Og sko þau náðu að banka upp á, tölurnar voru sko hvað, ég held að það verið 3 milljónir sem þau bankuðu upp á hjá fólki. Að tala við fólk og bara hlusta og spyrja einmitt, þú veist, hvað þarf að gerast svo að borgin verði borg fyrir þig en ekki þessi rándýra borg sem er ómögulegt að lifa í út af því að húsnæðisverð er hátt og fer sífellt hækkandi, út af því að matvöruverð er hátt og fer sífellt hækkandi. Þannig að þetta er auðvitað bara mjög ánægilegt að sjá og gefur manni von og auðvitað er þetta hvatning til þeirra sem eru í borgarstjórn, allan að sósíalista, gott að geta litið til þess og séð árangurinn sem þetta náði og tala bara einmitt á mannamáli og tala skýrt, benda með skýrum hætti á hver vandamálin eru. Hann var aðalega að tala húsnæði, samgöngur, matvöruverð og síðan auðvitað að börnin geti fengið umönnun og þannig að þetta er bara þessi grunnþættir í lífi fólk sem að þurfa að vera í lagi út frá svona efnahagslegu réttlæti að einblína á það og hann er með lausnir, hann veit hvernig á að leysa það. Rósa Björk, þú bjóst í bænum fyrir 10 árum eða svo? Já. Hann versnaði eitthvað síðan þá líklega. Já. Þessi kostnaður við að vera venjuleg manneskja í New York er ennþá verri núna heldur en var þegar þú varst fyrir 10 árum. Já, nú alveg nógu hár þá sko. Já. En kjör Mamdani er náttúrulega ótrúlega gleðilegt af því að sigrinum fylgir svo mikil von
og ég held að hann hafi líka ekki spilað en svona var talsmaður vonar og þetta líka gríðarlega mikill ósigur fyrir Trump og það sem að Trump stendur fyrir sem þessi hægri öfgar og populismi sem að Trump stendur fyrir og hefur sýnt í verki að það ekki bara orðin sem að þar skipta máli hjá Trump heldur líka aðgerðirnar en Mamdani einmitt eins og hér hefur komið fram þá náttúrulega líka þetta sigur íbúana raun og veru í New York sem að sýna með því að kjósa Mamdani að þetta eigi að vera borg fyrir alla íbúa en ekki bara fá og útvelda og ekki bara fyrir þau sem að eiga turnan á Manhattan heldur líka þau sem búa út í úthverfunum og fólki sem að stritar alla daga til þess að eiga fyrir sig og sína. Þannig að þetta gríðarlega mikilvægur sigur og ótrúlega gleðilegt og þetta líka einhvers konar merki svona ákveðin kynslóðaskipti eða kynslóðabreytingar inn í demókrataflokknum og það líka að það gott að sjá að vinstri í raun og veru er að líka með þessum sigri og ekki bara þannig í New York, heldur líka í Virginia og New Jersey og svo líka kosningum í Kaliforníu kjördæmaskipan að þar eru vinstri menn og vinstra fólk að svona ná fótum sínum aftur. Það er klassískari svona demokratasigur, ekki svona sósíalískur. Já, New York borg líka demokrataborg, sko. Þó má geta báðir ríkisstjórnarnir sem voru kosnir voru fyrstu konunnar sem eru í þeim. Já, algjörlega. Þannig að það eru miklu sigrar þarna sem við erum vitni að. Og það er líka, Mamdani náttúrulega að með tillögum sínum að þá vill hann gera borgin aðgengilega fjárhagslega fyrir sem flesta og kemur með mjög góðar raunhæfar tillögur þar að lútandi og það er líka þessi fjölbreytileiki sem er náttúrulega einkennismerki New York borgar og Bandaríkjanna heilt yfir að þetta sé og New York verði áfram kyndilberi fjölbreytileikans og innflytjenda sem hafa búið til þetta samfélag sem New York stendur á. Finnur þegar maður spyrir merkingu þá ríkir mér alltaf í heimsbygging. Já. En mér langar kannski bara að segja eitt ég veit að hann byrjaði á því að fara einmitt og taka viðtöl við fólk út á götu og talaði svo sérstaklega við Trump stuðningsmenn, fólk sem hafi kosið Trump í síðustu kosningum og hafi kannski ekkert verið að styðja repúblikanaflokkinn þar áður og ég meina hann hóf samtal við það fólk og held ég á grunni þess samtal sem hann býr til þá kosningastrategíu sem hann sem fer með sem að snýst eins og þú orðaðir svona framfærslumál það sem hann kallar affordability og í Bretlandi talað cost of living crisis og þetta alltaf verið að tala sama hlutin það bara hvernig þetta að eiga efni á því að vera til einhvers staðar og það það sem að fekk fólk til að fara yfir til Trumps og það það sem að fær fólk núna til að fara aftur til Zoran Mandamis eða fara langt til vinstri náttúrulega með við Trump það náttúrulega mjög áhugaverð niðurstaða að það virðist vera strategía ef hún allavega útfærð með skipulögum hætti sem að virkar líka gagnvart svona einhverjum hægri öflum sem þannig að mér finnst það að vera kannski aðalærdómur sem hægt að draga. En af hverju fóru þessi kjósendur til Trump? Það er ekki eins og hann hefur lofað, hann hefur reynt að lofa því að lækka verðbólguna en það er ekki hann eins og séð með að kynna einhverja aðgerðir til þess. Nei, hluti til auðvitað þá bara fór verðbólgan úr skorðum hjá Biden stjórninni eða á hans árum og það bara svona þekkt að ef eitthvað gerist á þinni vakt þá matarverð sem hefur hækkað mikið og við erum vön verðbólgu hér á Íslandi en Bandaríkjamenn síður og þegar það kemur svona rosaleg kurva í verðbólgu þá það svona meira sjokk held ég fyrir Bandaríkjamenn þannig að það held ég hafi miklu meiri áhrif heldur en það hefur haft hér erum við þetta með annars konar kannski krísu aðalega það aðalega við erum kannski húsnæðisvandinn sem svona aðal verðbólgukrísan hér og tölum kannski það þannig en þetta líka verðbólgukrísa hún hefur bara verið svo stöðug einhvern veginn að það einhvern veginn eins og það sé ekki tekið eftir henni Mér finnst þetta mjög góður punktur þetta að þú fara og tala við fólkið sem að þú myndir mögulega halda að þú þyrftir ekkert að tala við eða það verður tímasóðan að tala við fólk sem með afstöður sem að ganga kannski einhvern veginn gegn þínum prinsipum en ef þú ætlar að ná árangri hjá vinnandi fólki þá þarftu einmitt að nálgast það ekki með fordæminguna af vopni ekki þannig að einhver manneskja leyfir sér að orða skoðanir sem að þér kannski hugnast ekki að þú færi bara strax í það að kalla hana fasista og nasista heldur að þú hlustir og reynir þá frekar einmitt að fókusera á það hvað þú og þessi manneskja eigið
sameiginlegt og reynir þannig að leiða með góðu fordæmi og ég held að þetta sé greiðlega mikilvæg nálgun hjá Mamdani og hans fólki og ég vona af öllu hjarta að fleiri í Bandaríkjunum og bara víða veröld geti gert þetta svona að sinni strategíu að hætta þessum svona sífelldu fordæmingum og þessum svona flokkadráttum og vera alltaf að hólfa fólki einhvern veginn baskets of deplorables eins og Hillary Clinton gerði og svo góða fólki þú veist, fólk sem einhvern veginn alltaf annarkvort réttu eða röngum megin við einhverja línu sem að það sjálft kvittaði aldrei upp á að yrði dregin þetta að til dæmis hætta að fókusera með þessum obsessífa hætti á identity politík og fara að fókusera á hagsmunina sem að geta einmitt sameinað ólíka hópa verkafólks, geta sameinað einmitt þú veist, unga bandaríska krakka sem að þú veist, geta ekki komist í einhvern veginn eigið húsnæði og svo kannski íhaldssama muslima hvað eiga þau sameiginlegt? Jú, þau eiga það sameiginlegt einmitt að þau vilja geta séð fyrir sér og sínum, þau vilja geta byggt upp einhverja framtíð og það þarf ekki að byrja á því að láta þau fyrst einhvern veginn rífast allt sem þau eru ósammála á og ef það á að vera nálgunin þá hvort sem ertu aldrei að fara að ná neinum árangri. Þannig ég vona öllu hjarta fólk geti líka meðtekið þetta sem einhverja pælingu og unnið með þetta því að þá, ef það getur gerst, þá held ég að við mögulega eigum í alvöru einhvern sens. En þessar víglínur sem þú ert að vísa til í bandarískum stjórnmálum eru þær svo mikið inn í New York nema kannski á Staten Island þar sem að hann náttúrulega vann ekki þar svona hvítara samfélag en annar staðar og þessi viðhorf sem að þú ert að vitna til eru kannski ríkari en þau ekkert svo mikið í öðrum deildum New York. Það er mjög áhugavert að skoða skiptingu atkvæða eftir hverfum í New York og það er til dæmis við vorum náttúrulega, ég og maðurinn minn vorum að skoða hverfi sem við byggum í og það var mjög hátt hlutfall þeirra sem kusu Mamdani en í öðrum hverfum til að mynda sem eru svona sögulega sé gyðingahverfi þau voru til dæmis ekki þar og líka sömuleiðis inn á Manhattan þar sem að svona er hærri lifistandard þar voru ekki eins margir sem að kusu hann þannig þú veist, það er náttúrulega gríðarlega áhugavert að skoða eftir hverfunum og vita líka þá hvernig íbúasamsetningin er og hvernig dreifing fjármuna er líka hjá þeim íbúum. Þannig auðvitað skiptir það máli. Mér langar líka að segja sko að það er svona það er líka mjög margt sem að Mamdani kemur inn á inni sinni kosningabaráttum mína. Hann er náttúrulega stuðningsmaður baráttunar fyrir réttindum Gaza og ég meina það er stutt síðan að voru 12 milljónir manna sem söfnuðu saman öll Bandaríkin til þess að mótmála Trump og hans pólitík það var bara núna í lok október þannig að það er einhvers konar svona skipulagning í farveginum þessi fólk sem er ekki að samþykja þessa stjórnmál Trump þau eru að sameinast. Svo náttúrulega eftir að koma í ljós hvað demókrataflokkurinn gerir, hvort að demókrataflokkurinn bara fríkar út og heldur áfram að ösla sína handónýtu leið beint til helvítis eða hvort að þau geta, þú veist, í alvöru hugsað þú veist, okkur ber skylda til þess að standa með vinnandi fólki í Bandaríkjunum. Við ætlum að hætta að vera bara málpípur og hagsmuna aðilar auðvaldsins. Það er líka alveg eftir að koma í ljós og það sem er einmitt svo flott við Mamdani og hans fólk er einmitt að þau fara úr þessum fasa að við ætlum að fara út á göturnar og við ætlum að mótmæla sem er auðvitað mjög mikilvægt að sjálfsögðu en það dugar aldrei eitt og sér til og það höfum við séð sem að fylgjumst með bandarískum stjórnmálum að frá því að Trump tók við í fyrsta skipti þá hafa bara mótmæli það kemur svona flare up og svo fer það út flare up, fer það út en það sem að Mamdani og þau eru að gera þau eru að skipuleggja þau eru einmitt eins og þú varst að segja Sanna hvað með ríflega 100.000 sjálfboðaliða og þau eru búin að þjálfa upp 500 mjög virka bara svona coordinators sem að ráða við að halda utanum og senda fólk út og skipuleggja þetta er eitthvað sem að verður að gera ef það á að ná að halda áfram að sigra og þá eftir að koma í ljós hvort að Kamala Harris og Pete Buttigieg og þetta lið getur eða vill gera þetta eða hvort þau ætla bara með Trump
og brjálæðingunum að sabotera allt sem Mamdani gerir út af því að það síðast sem þau raunverulega vilja einmitt að vinnandi fólk eigi betra líf í Bandaríkjunum. Þau eru á svona fundum eins og við núna að velta fyrir sér það sem að gerist í New York, getur það gerst annars staðar? En hann álíka, maður skjóta hans inn í, hann álíka lengri sögu því hann byrjaði þetta fyrir það bil árið síðan að taka einmitt viðtöl við fólk og bara hver er staðan í þínu lífi, af hverju kaustu Trump og einmitt að draga þetta fram, en líka bara eins og þegar hann stóð með leigubílstjórunum og var hann ekki í hungurverkfalli með þeim, hann stóð með leigubílstjórunum og með svo athyglisvert núna þá var einmitt verið að fjalla hans nálguna og var með einhvern blaðamannafund á miðnætti, aðeins að sýna inn í þennan heim vaktavinnu fólks og fólk sem vinnur á næturvöktum, þannig hann algjörlega með á hreinu hverjar þarfir fólksins eru sem að hann að berjast fyrir. En það ég var að segja að demokratarnir eru núna að funda í alls konar deildum flokksins og spurningin er svo, er eitthvað að læra af New York eða er þetta einstakt, er New York svo ólík Bandaríkjunum að eins og maður heyrði bara eiginlega áður en hann var búinn að vinna að það þýtti ekki að bjóða fram upp á Mamdani í Michigan eða annars staðar, þá verið að tala svona þessi riðbelti og svona, hann væri alltof litaður af einhverju svona samkomulagi innan New York borgar að heimurinn ætti að vera fjölbreytilegur. Hann er náttúrulega, New York borg er einstök borg í Bandaríkjunum. Hún er mjög öðruvísi borg heldur en flestar aðrar borgir í Bandaríkjunum. Þannig það er alveg á hreinu sko. Men hún er mjög alþjóðleg, hún er mjög fjölbreytt og hún kannski oft á tíðum endurspegla kannski ekki alveg svona aðrar pólitíska svona undiröldur. En hún getur líka verið sko fordæmi. Hún getur verið svo mikilvægt fordæmi fyrir það sem hægt er að gera. Og fyrir samtakamáttinn og svo framvegis. En ég meina við höfum náttúrulega líka dæmi öldungadeildarþingmann sem að gerði svona svipaða hluti, Alexandria Ocasio-Cortez, sem að kom náttúrulega líka var að vinna á börum og kaffihúsum og náði einhverju svona fylgi bara með því að fara alveg í grunninn. En kannski höfum við séð svona aðeins minna til hennar undanfarið og þá kannski sérstaklega eftir innrásina inn í þinghúsið 7. janúar. Þá svona eins og hafi orðið eitthvað áfall fyrir hana persónulega sem hafi svona aðeins dregið úr allavega svona... Þú tók þátt í kosningabaráttu Mamdani. Að sjálfsögðu, en ég er bara að segja, það er náttúrulega aðrir sem hafa líka reynt við líka hluti en það verður mjög áhugavert að sjá líka samspil Mamdani sem borgarstjóra og svo líka á fylkisvísu og svo líka síðan á landsvísu, hvort hann geti komið þessu stefnumálum í gegn eins og með samgöngumálin eða húsnæðismálin sem eru náttúrulega verður alveg erfitt fyrir hann sko. Svo hvílir það náttúrulega á sögu Mamdani, þetta er Occupy Wall Street hreyfingin sem var mótmælahreyfing og sem að gata af sér kannski stuðning við Bernie Sanders sem var tilraun til þess að ná að vinna framboð og AOC og fleiri sem unnu svo í kjölfarið á því þingsæti og þannig að sömuleitt er þetta eins og maður gæti horft á þetta fyrir lengri tíma og sé að þarna er hreyfing í uppbyggingu sem á sér svolítið líkan tón sem er að óvinnurinn er 1% og 0,1% sem er að eyðileggja samfélag. Já, ég meina þetta er náttúrulega bókstaflega hreyfing ekki, heitir þetta ekki Democratic Socialist Alliance eða DSA sko sem er svona hálfgerð einhvers konar hliðarhreyfing í demokrataflokknum og og ég meina þeir eru búin að skipuleggja sig mjög vel á undanförnum árum og eru búin að ná þessum árangri bara með þrotlausri vinnu, þetta er ekki þetta er ekki tilviljun en hins vegar það eru hlutir sem eru sérstakir við þetta framboð, ég meina bara frambjóðandinn sjálfur þetta er mjög góður, þetta er alveg einstakt talent svona til að tala við fólk og tala inn í myndavélar á svona TikTok myndböndum að vísu eins og hefur bent á var náttúrulega kannski aðal sigurinn var þetta að ganga í hús sko, þetta var svakalegt að sjá tölurnar fólki sem var með þessar hreyfingu og gekk í hús en það er málið veltað fyrir sér hvort að Zora Mamdani hefði unnið í Kaliforníu eða unnið í Idaho eða eitthvað en ég held samt að vera takin í myndina að ég meina hluti af vinnunni er bara að fara út og sannfæra fólk, ekki bara að fá fólk sem nú þegar sammála pólitíkinni til að kjósa hana. Ég meina ef það er gerð skoðanakönnun núna í einhverjum öðru fylki það hvort það myndi vera að kjósa einhvern eins og hann, það er eflaust niðurstaðan mjög léleg fyrir Mamdani eða viðkomandi frambjóðanda, en hins vegar
framboðið gengur út að fara út og sannfæra fólk að þú hafi rétt fyrir ekki að breyta skoðunum fólks í kosningabaráttunni sjálfur, ekki bara sætta við að þetta séu skoðanir sem séu hérna fyrir og það sé ekkert hægt við því að gera, við bara finna frambjóðanda sem passar inn í þessa lýðfræði sem við stöndum frammi fyrir. Það er miklu meira hugrekki náttúrulega í þessu að gera þetta svona. Þetta mjög mikilvægur punktur og þetta einmitt það sem að hann og hans fólk í DSA hafa verið að vinna með og við í Eflingu höfum verið að vinna með þetta og hann vantarlega og hans fólk hafa verið að leita í sömu fræði og við. Kona sem er því miður fallin frá, ég hef eflaust talað hér áður, Jane McAlevey, sem að einmitt sagði þetta, þú ert ekki að mobilisera, þetta snýst ekki það þú er að ná til fólksins sem að þegar er sammálaðir og fá þau til að mæta einu svona kjörstað, þú ætlar að organisa, þú ætlar að kenna fólki og skipuleggja fólk í það að fara út og tala við alla hina sem einmitt eru ekkert endilega sammálaðir alla hluti, þú ert ekki alltaf bara preaching to the choir, því það er auðvitað bara kósí og skemmtilegt skiluru og þú veist, þá er eiginlega einmitt stærsti sigurinn getur þá bara orðið það, þú veist, ná að mobilisera fullt af fólki í mótmæli einmitt eða halda út eins og Occupy Wall Street, en það verður að vera stærra markmið og ef þú ætlar að vera með stærra markmið, þú ætlar í alvöru að ná völdum, halda völdum og geta svo nota völdin til þess að breyta efnislegum veruleika fólksins sem þú ert að vinna og berjast fyrir, þá þarftu að vera með skipulagningu og þú þarft einmitt að setja tíma og orku og mannskap í það, af því annars ertu einmitt bara fastur í einhverjum svona Groundhog Day og af því að hér var verið að tala Occupy Wall Street, þá langar mig að benda á mjög góða bók sem heitir If We Burn eftir blaðamann sem heitir Vincent Bevins sem greinir í henni Occupy Wall Street hreyfinguna og ýmsar aðrar hreyfingar sem að spretta upp í kjölfar efnahagshrunsins 2008 og greining hans sýnir með svo ótrúlega skýrum hætti fram á það, einhverju svona leaderless hreyfingar sem eru ekki struktúreraðar út í kringum eitthvað annað en bara eitthvað svona hugmyndur að við séum góð og skemmtileg og einmitt 1% sé vond, þær munu ekki ná árangri og þær raunverulega geta bæði skapað og lent í hættu þar sem að þær, þú veist, verður einhver radikalisering en svo af því þær eru ekki með leiðtoga, þær eru ekki með prógram, þær eru ekki með neina hugmyndafræði, þá geta bara aðrir stíð inn í og notfært sér mómentið sem að hefur orðið til og það er náttúrulega til dæmis það sem hefur gerst víða í Bandaríkjunum og í Evrópu að, þú veist, af því að vinstrið hefur ekki getað skipulagt sig, hefur ekki getað verið með eitthvað prógram, hefur ekki getað nátt kjósenda eða hefur bara einfaldlega ekki viljað það af því að það er orðið of nýfrjálshyggið, þá hefur hægrið komið, það nýja hægri og komið inn og, þú veist, talað inn í einhvern veginn reiði og biturleika fólks og fengið fólk til þess að koma til sín, en ég held einmitt bara aftur ef við getum verið svo bara snjöll að fylgjast með Mamdani og ég myndi ekki sjá hann bara sem eitthvað svona töff, ungan, flottan strák sem að hérna er, þú veist, klókur og sérmærandi sem hann klárlega er, heldur að, þú veist, það er strategía og þetta byggir á einhverju, þá getum við lært af þessu, en ef við ætlum að halda einmitt þetta snúist bara með einhvern einn töff gaur og það sé þar af leiðandi ekki hægt að nota aðferðafræðina neins staðar annars staðar eða af því að New York sé svo einstök þá sé ekki hægt að nota aðferðafræðina annars staðar, þá bara nennum við valla eins og að vera að tala þetta. Það hefur verið, það þarf bæði að vera motivasjón og það þarf að vera skipulegning á baku allar hreyfingar og þannig hefur það verið til dæmis í kringum Corbyn, Momentum var alveg risa, við getum talið fleiri sem að fara að starfa í henni. Það var gríðarleg hreyfing í kringum Bernie Sanders og það var margir sem áttu uppruna í Occupy Wall Street og fleira, þannig að þetta hefur verið, en þetta kemur eins og þetta kom í einhverjum svona bylgjum og svo að því andstaðan er mjög sterk og Mamdani mun mæta mikill andstöðu. Já, hann var náttúrulega bara strax daginn eftir var New York Post komið með hamr og sigð og allt það sko. New York Post er búið að vera viðbjóðslegt í þessari kosningabaráttu til dæmis. Þannig að hægri er alveg mætt á fullu sko. Nei, ég vildi bara líka nefna dæmi, þú veist, við líka séð þetta í Frakklandi með Mélenchon og hreyfinguna þar og auðvitað eins og Sólveig segir, auðvitað
það sem ég átti við með New York var bara, hún náttúrulega einstöku út á allri sinni gerð og hvernig hún uppbyggð og hversu opin og fjölbreytt hún en að gera nota þetta sem gott fordæmi hvernig hægt að gera hlutina og ég meina góðar kosningabaráttur þær skila akkurat árangri og ég meina maður getur líka nefnt dæmi eins og Emmanuel Macron notaði nákvæmlega sem aðferðafræði að labba í hús og hann með 200.000 sjálfboðaliða sem löbbuðu í hús í Frakklandi og sem var grunnurinn hans sigri. Þá kemur kannski að þriðja sem það er að halda sigrinum sem að til dæmis Corbyn tókst ekki. Þú ert með efasemdir AOC. Nei, ég ekki með efasemdir hana. Mér finnst svolítið dapurlegt að hafa ekki séð meira til hennar og ég hef verið að velta fyrir hverjar ástæðunar eru. En ég minna hún kom líka inn í þessa kosningabaráttu núna. Verið á svona ringferð með Bernie Sanders sem stundum finnst manni hafa verið eina svona sýnilega mótvægið við Trump. Já, nákvæmlega. En ég minna að demókratar hafa líka verið að safna sér saman eftir alla ósigurina fyrir ári síðan þar sem þau töpu öldungadeildinni. Það sorgarferli. Já, ég minna það það. En það þarf þetta ádrýst, það þarf þess að tengslu ólíka hópa, það þarf að vita hvað fólk í samfélaginu að tala á sérst einhvern veginn svona þú veist, auðvitað ekki að fara að leiða baráttu fyrir fullt af ólíkum hópum en sérst með öflug tengsl þannig að þú getur byggt ofan á því að hafa fólki með þér þannig að auðvitað útgangspunkturinn efnahagslegt réttlæti en svo auðvitað þú sá maður myndefni og myndir af honum og myndbönd í kosningabaráttunni þar sem hann alveg að greinilega heyra í þú veist, ólíkum hópum, ólíku fólki, hvað liggur helst á ykkur, hvað skiptir mest máli fyrir ykkur þannig að ég held að það sé líka mikilvægt að hafa fólki með sér. Hann lofar því að gera allt fyrir alla eins og þetta sem getur verið hættulegt. Þetta svona populísk það ákveðin hætta í því. Þú ferðu og talar við sómalska leigubílstjórann og svo talar við íhaldsama gyðinginn og allir hafa tilfinninguna að þú allir að koma með framtíðina sem þeir þrá. En svo náttúrulega getur það ekki. Þú getur ekki komið með En samt hann með skýralínu myndi ég segja. Það þetta efnahagslega réttlæti en hann með einhvern veginn raddir fólksins þeirra veruleika líka einhvern veginn í minninu þegar hann gengur inn í borgarstjórastólinn en þetta verður örugglega ógeðslega erfitt að einhvern veginn ná öllu þessu í gegn og væntingarnar náttúrulega svo miklar sem skiljanlegt þannig að ég bara vona að hann og hans hópur innilega bara ná þessu ég bara, En ég meina, þetta eru róttækar tillögur á bandarískum mælikvarða kannski og íslenskum með leigubremsu og alls konar svona sem við mögum ekki heyra. Jú, já, kannski, en það náttúrulega til í Bandaríkjunum hefur verið til mjög lengi, þannig að það ekkert nýtt fyrirbæri sjálfu sér. Og leigan í New York líka náttúrulega bara eitthvað fyrirbæri sem mjög sérstakt og það ekkert skrítið að í svoleiðis sérstökum aðstæðum sem þarna og tróðu öllu fólki í einhver pínlitla eyju þarna á Manhattan og þá bara þetta mjög skrítnar aðstæður. Það algjör svona forsendubrestur, markaðsbrestur sem við kalla í hagfræðilegum skilningi. Þannig að það eru rök fyrir því að og eina sem byggt íbúðir fyrir auðkýfinga. Já, akkurat. Það alveg svo hér. Það bara byggt fyrir ríka fólkið. En sem sagt, það sem ég vildi segja en þetta ekkert svo róttækar tillögur í raun og veru að maður horfir á þær. Ég meina það verið að leggja til að fólk getur sett börnin sín í leikskóla. Frá 2 ára aldri. Nei, þau eru með frá nokkra vikna gömul. 6 vikna. Nú, ok, það eitthvað miskilið. Það ekki fæðingarorlof. En það ekki stefna til 2030 eitthvað svoleiðis. Það svona stefna. En þetta eru jákvæðar tillögur. Þetta eru tillögur að gera hlutina betri en núna, ekki bara halda í við þá sigra sem að unnust fyrir 10-20 árum síðan. Og ég meina, ef að stjórnmálamenn ætla að vinna kosningar þá þurfa þeir að segja við ætlum að gera hlutina betri, við ætlum ekki bara að halda hlutina í svona þokkalegu standi eða við ætlum aðeins að verja einhver. Sammála og þeir geta heldur ekki bara talað þú veist, einhver gildi, skilur þeir geta ekki verið bara eins og Kamala Harris, þannig að bara hvað ætlaði Kamala Harris að gera? Hún ætlaði bara að vera fyrsta eitthvað. Hún ætlaði bara að, þú veist, vera einhver, hún ætlaði bara að reyna að púlla eitthvað svona aftur á Obama, þú veist að fólk geti projektað einhvern veginn á hana og fengið tilbaka einhverja geislaði einhverja betri drauma en ekkert artikulerað. Já, ég má skjóta inn í var eitt sem orðaði þetta svo vel að þú ættir að kjósa Harris fyrir hana, ekki fyrir sjálfa þig þú ættir að gera það því það var svo mikilvægt að hún fengi að vera forseti, ekki að því þú fengir eitthvað út af því. Akkurat, þú ættir að leggja þitt að mörkum, koma henni til valda en til þess að sanna að þú værir góð manneskja með réttar skoðanir og svo fyrir hana sem átt svona persónulegt achievement sem einmitt einhver svona andpólitík. Þú veist, þá erum við bara komin burt frá því
af hverju ætti fólk bara yfirleitt að vilja taka þátt í pólitísku starfi og kjósa ef að þetta er það sem er boðið upp á og það auðvitað líka gerir það að verkum að fólk bara hættir að vilja taka þátt í pólitík. Þetta er orðið svo fáránlegt. Það er ekki hægt að bjóða fullorðnu fólki sem að býr kannski við erfiðar aðstæður og takast af alls konar áskorunir, svona ótrúlega mikið bull og þess vegna held ég að ef að það er hægt að halda áfram að notast við svona hugmyndafræðina og mótilið sem að Mamdani og þau hafa notað í öðrum pörtum Bandaríkjanna sem eru auðvitað margir hverjir mjög ólíkir að uppbyggingu og sögu New York. Þá held ég að sé hægt að fara að byggja upp eitthvað alvöru vegna þess að það er heldur ekkert hægt að það er heldur ekki gott, það er ekki vænlegt til árangurs að það sé einn staður í Bandaríkjunum sem hefur ótrúlega svona einstaka og skrýtna stöðu og sögu þar sem að það er hægt að ná svona árangri en allt hitt haldi bara áfram að fara til fjandans. Það er ekki góð dill fyrir neitt. Sko. Þetta samspila því að þeir að tala Kamalu sem að bara fólk að kjósa sig svo er því loksins konaforseti. Að sömuleyti þá gengur Mamdani með þetta sama eiginlega með sér. Hann er innflytjandi, hann er múslimi, hann er margir horfa til hans að nú séu við að vinna og þegar kannski sé svona myndbönd af því þar sem að maður heyrir borgina garga. Ég hef þá tilfinninguna að það sé þetta fólk sem er að garga, það sé sómalski leigubílstjórinn, nanníinn frá Puerto Rico, að það hafi upplifað að nú sé okkar tími, að við þurfum ekki að lifa í heimi hvítu jakkafattakallana eða sem náttúrulega margir borgarstjórar verið svartir. Eða jakkafattakvennana. Sem náttúrulega líka þegar á sigraði Já, AOC er dæmi þetta og svo erum við með dæmi í þessari hreyfingu erum við með svona gamla kalla eins og Bernie Sanders og Corbyn sem að hafa það með sér að þeir mættu á alla mótmálafundi síðustu halva öldina. Það er náttúrulega bæði verkamannaflokkurinn og svo demokrataflokkurinn sem bara koma markvist í veg fyrir það að þeir geti fengið raunverulegan status í flokkunum. Þannig að það er auðvitað ef ekkert til ég að segja með aldur þeirra eða kyn klæðnað heldur bara með það að gera að það er bara valda blokkinir inn í flokkunum. Það sterkar ennþá á þeim tíma sem það gerist að þeim er bara ýtt út. Jeremy Corbyn bara hrakinn burt með lygum það að hann hati gyðinga og Bernie er bara látin tapa. Bernie og hans fólk er bara látið einhvern veginn halda sig til hlés. Ég er ekki að tala að þeir hafa verið ýtt frá að þeir eru gamli kallar. Ég var að tala að þeir hefðu þessa stöðu vegna þess að þeir hefðu trúnað allra hinna ólíku hópa og ef maður skoðar greininguna á hverju kusu Mamdani að þá til dæmis hefði kannski bara orðið jafntefli ef að gagnkynhneigðir hefðu bara mátt kjósa. Hann hefði tapað eða hvítir hefði mátt bara kjósa. Hann hefði tapað eða konur hefði mátt bara kjósa. Mér finnst hann ramma sjálfsmynd sína vel inn í þessu félagslegu samhengi. Hann er að vísa til þess í sigurræðisins var það ekki. Þegar hann segir þetta er borg innflytjenda og verður núna stýrt af innflytjenda. Hann er að tala inn í ákveðið svona félagslegt samhengi þegar hann fjallar sinna uppruna og sína stöðu en ekki eitthvað svona einstaklingshyggjan bara eitthvað vá, ég er svo flottur, ég fyrsti múslimi og við höfum ekki haft svona ungan borgarstjóra í næstu 100 ár. Þannig mér finnst að ná einhvern veginn að vísa til allra þessar svona, hvað segir maður, félagslegra breyta sem að hólgerfast í hans líkama. Mér finnst að ná einhvern veginn að setja það fram í stærra samhengi sem að skipti máli fyrir íbúa New York borgar, svona eins og ég skil þetta. Já, í sammáli. En svo líka, afsakið, að þá, ef þetta á að virka, það mun ekkert virka ef við eigum alltaf bara að fá Mamdani, vegna þess að hann er alveg svona 1 in a million gaur, En ef það er prógram og ef það er flokkur og ef það eru hugmyndir og ef það er struktúr, þá er hægt að fá mannesku sem er kannski ekki alveg jafn svakalega geggjuð og Mamdani sem á samt að geta unnið sigur, það er náttúrulega líka sem þetta gengur út á og þess vegna er þessu þjálfunarprógram svona rosalega mikilvæg. Þess vegna er actually mjög mikilvægt að þessu er búin að þjálfa upp einhverja 500 leiðtoga vegna þess að í röðum þeirra leynist mögulega alvöru leiðtogi og svo ef það er hægt að fara með þetta víðar þá er hægt að hjálpa líka fólki að komast upp úr þessu vonleysi og þessu apathíu eða þá einmitt þessari svona örvæntingafullu trú á það það sé alltaf einhver svona sem sé að fara að redda þessu. Það er ekki þannig að þessi hreyfing hafi sent hann, heldur er hann að vinna sínum málum og hreyfingin þeir ná saman. Það er ekki þannig að þetta sé skipulagt. Fyrir einu ári þá var ekki búin að skipuleggja þetta kom ekki í huga að þetta myndi gerast. Hann sjálfur var bara sjálfur á götunni að tala við fólk í kosningabaráttu Bernies held ég og allavega í þessu Democratic Socialist Alliance búin að vera lengi meðlimur þar Þannig að og svo lendur hann þarna í því að vera
á þessu ríkisþingi eða hvað þetta hérna í New York og svo bara sást að þarna ákveðið talent sko. Það er þetta annar ómerkilegu vettvangur, það fylkisþing, það er ómerkilegu vettvangur. Frekar valdlaust fyrirbæri sko. En það er þetta annar lærdómur að það þarf að leyfa fólki sem er sko er ekki til dæmis með einhvern rosalega peninga á bakvið sig að láta ljós sitt skína á svona pólitískum vettvangi, prófa fólk og leyfa fólki að prófa sig áfram í þessu hlutverki með einhverjum hætti. Það geta ekki ætlast til þess að maður búið bara til einhverjar stjörnur bara upp úr þurru sko. Það er að vera breið virkni í hreyfingunni. En sáu þið reglurnar í New York fyrir fjárframlögin ef þú gefur sem sagt inn í kosningabaráttu og það kemur New York borg og áttfaldar upphæðina. Mér finnst það mjög athyglisvert. Þetta var í einhverju viðtali við hann var sem sagt að nefna þetta. Á einstaklinga ekki þegar Bloomberg gaf alla sína 100 milljónir? Nei, bara þegar Þú mátt ekki safna einhvern veginn, í einhverju sessjoni þá máttu safna $8 milljónum og svo, þetta er einhverja flóknar reglur og það verðist vera einhver Þeir fara fram hjá þessu með að gefa inn í einhverja svona sjálfstæðar hreyfingar sem eru síðan sem voru með allar hattusauglýsingarnar. Herðu, þetta er að sömuleyti að gerast víðar. Ég veit ekki hvort að þið hafi fylgst með græningum í Breitlandi eftir að Sack Polanski var hann var kosinn formaður. Hann mætir með mjög afgerandi stefnubreytingu flokksins og er kosinn og hann er yfirgnefandi meirihluta og hefur þar landi mjög mikið umboð til þess að breyta flokknum, raunverulega færa hann í átt að svona sósíalískum kröfum. Hann telur að lífskjarakrísan sé álíka mikilvæg og sé afleiðinga sömu krísu og loftslagskrísan og skilgreinir þar hann grænan flokk sem að út frá svona sósíalískur sjónarmiðum og hann er bara einhvern veginn svona á leiðinni í skoðanakönnun, kom með 80% fylgi í nýjustu könnun meðan verkamannaflokkur með 15%. En hann er líka svona eins og Mamdani, hann er mjög mælskur og er mjög flinkur á samfélagsmiðlunum. En hann líka eins og þú segir, hann hefur fært svona orðræðuna inn í græningjaflokknum meira til vinstri og svona tengt þessa félagshyggju og loftslagsmálin og grænumálin saman sem er mjög áhugavert að fylgjast með. Og nær aukningu í fátækri í héröðum Englands, ég var að skoða það. Það er ekki þannig hann sé bara rjúk upp í London þar sem allir eru umhverfisinnar, alls ekki. Akkurat, og það er líka þessi tenging sem að kannski sem mörgum hefur vantað og skort, það er að tengja loftslagsmálin og við bara venjulega veruleika fólks og hann gerir það mjög hann er mjög flinkur í því. En mér langaði svona aðeins líka bara af því þið voruð að tala hvernig hægt er að ná til fólksins sem er að berjast í bökkum til þess að ná endum saman í mánaðamótin og svo framvegis og einhverja kosningarna þá fara þessi kjósendur til mannsins og Trumps og svo næstu kosningum til Mamdani. Og þetta er náttúrulega gríðarlega áhugavert fyrirbæri og það er náttúrulega þetta fylgi sem við erum kannski að sjá í meira mæli sem snýst ekki einhverju flokkshollistu, heldur líka bara hvar liggja áhersluna sem að koma við minn veruleika og mig og minnar fjölskyldu eða minns veruleika og það er eitthvað sem að held ég að svona nútíma stjórnmálin þurfi bara að stoppa og staldra við reglulega og segja, fyrir hvernig erum við að gera þetta og af hverju erum við að þessu? Það er ekki bara að halda í okkar venjulega fylgi, heldur líka að sjá bara hverjir eru hagsmunir bara almenna kjósenda og fólks í landinu eða í borginni sem að við þurfum einhvern veginn að fara að berjast fyrir og tala fyrir Sammála. Þannig að það er orðið meira svona hreyfing á fylgi heldur en áður var og bæði er það kynslóðin og líka náttúrulega efnahagsaðstæður sem að verða til gera það verkum með þetta svona þessi hreyfanleiki á fylgi er orðið miklu meiri heldur en það var og það er eitthvað sem að fólk í stjórnmálum verður að fara að horfast í augu við og tala við. Og byggir náttúrulega á vantrú fólks á stjórnmálakerfinu. Algjörlega. Og líka náttúrulega vegna þess að það er ekki það hafa ekki verið tilneinir alvöru einhverju verkamannaflokkar svo lengi, skilurðu, eins og þú veist ég er verkakona og ég veit að ég kýs þennan flokk, þá er þetta flokkur sem lítur á mig og mitt samstarfsfólk og mína félaga sem sitt bakland og hann hefur atkvæðin frá mér, þannig að
hann mun advansera mínum hagsmunum, hann mun standa með mér í stéttabaráttunni sem að spilast út á hverjum einasta degi inn í pólitíkinni. En það svo langt síðan að verkafólk hefur haft eitthvað svona í Evrópu og í Bandaríkjunum. Þannig að það auðvitað líka ástæðan fyrir því að pendullin bara einhvern veginn alltaf að sveiflast. Fólk auðvitað bara að reyna að finna bara einhvern stað og einhvern málsvara sem að actually meinar eitthvað því sem hann að segja. Og svo af því að, þú veist, eins og í Bandaríkjunum, hvað langt síðan að Demókrataflokkurinn hætti að vilja vinna fyrir verkafólk. Í það minnsta frá því að Clinton var forseti og keyrði bara í gegn pólisíur sem að voru bara með mjög aktífum hætti, mjög skaðvænlegar fyrir verkafólk í Bandaríkjunum. Þá hefur Demókrataflokkurinn bara verið að senda verkafólki í fingurinn constantly. Þannig að auðvitað gerist það á einhverjum tímapunkti að fólk hugsa bara ok, fuck it, ég ætla það bara að prófa að kjósa hennan geðsjúkling þarna. Kannski ætlar hann actually að gera eitthvað. Kannski ætlar hann bara actually að setja þannig tolla á að þú veist vinnan og versmiðan sem voru hérna fyrir 20-30 árum geti komið aftur. Jafnvel þó hann haldi Great Gatsby boð, sko, sama tíma 42 milljónir eru að detta af, sko, launaskrá. En af hverju myndir ef þú væri bara einhver svona venjuleg verkamanneskja, kjósandi, þú veist, þú hugsar, ok, Demókrataflokkurinn, þau ljúga, þau eru spillt, þau halda líka sín Gatsby boð, þú veist, og eru hérna bara alltaf eitthvað að, þú veist, eru bara í búðinu, eru alltaf að signalera auðsinn og status og menntun og fegurð og gáfur. Af hverju eru þau eitthvað betri fyrir mig en þessi vitleysingur? Hann allan með smá skemmti element þarna í geðveikjunni. Það er ágætlega orðað 2016 að það er skárra að kjósa rugludall heldur en legara. Sammála. Eins og rugludallinu sé ekki legari. Nei, það er eftir að kjósa, við erum að hugsa að fólk getur kosið neikvætt. Ég held líka að fyrir venjulegt fólk sem að ennþá, af því við vorum alin þannig upp og einhvern veginn það er svona partur af gildunum sem samfélag við eigum ekki að segja ósatt. Það er bara slæmt að segja ósatt. En svo ertu alltaf að láta kjósa manneskju sem þú veist einhvern veginn einstaklega alltaf bara eitthvað að segja ósatt. Þú veist, þó hún þykist samt vera betri en þú. Þess vegna held ég að fólk segja, ok, já, legarinn og rugludallurinn alveg líka að ljúga. En ég ætla samt ekki á sann, ég gera allan með opnum augum, ég ekki eins og eitthvað barn sem enn eina ferðina temd inn í klefan til þess að kjósa Kamilu Harris af því að þá líka Kamilu Harris betur en vitandi það að ég mun aldrei fá neitt fyrir það. En það sem kannski líka stóri faktorinn í því sem hefur gerst kannski síðasta áratuginn eða kannski aðeins meira náttúrulega hinn gríðarlegi og vaxandi ójöfnuður. Það náttúrulega bara búið að breikka þetta bil svo hratt og geigvænlega. Við erum að lifa tíman í frásökunum sem leiði til þess. Já, ég meina þetta bara orðið algjörlega og það engin tenging þarna á milli og náttúrulega einhverjar klassískar stjórnmálastéttir eða fólk sem hefur verið lengi í stjórnmálum náttúrulega kannski bara búin að aftengja sig af því að þetta ekki þeirra raunveruleiki og hefur ekki verið lengi. En það náttúrulega líka svo mikilvægt að einmitt þessi raunveruleiki fólk sem situr eftir að hann fái eitthvað rými inni í stjórnmálum nútímas og fái fyrir sér talsfólk sem að talar fyrir hagsmuni þessa fólks. Og það bara því fleiri, því betra, en þá verður það talsfólk náttúrulega vera saminað í því að tala fyrir hagsmunum þeirra sem að verst sitja og verst eru settir. Já, ég tenkti þetta, ég gaf bara skjóta inn í varandi Trump og lýgina, sko, að það hafi verið gerðar rannsóknir á þessu, hvernig fólk upplifir það hvernig Trump talar versus það hvernig aðrir stjórnmálamenn tala og fólk upplifir sko, að vissilega segir hann ósatt og fólk áttar sig fyllilega á því að hann sé að segja ósatt alveg jafnvel oftar en aðrir stjórnmálamenn. Fólk ekki fíbl. En hann einlægur í sínum legum eða sínum, sko, því sem hann einhvern veginn að reyna að koma framfæri. Ef hann að segja ósatt, þá það vegna þess að hann sjálfur veit ekki betur eða hefur ekki áhuga að kynna sér eða eitthvað slíkt, sko. Og það það sem fólk upplifir og það auðvitað virðist vera rétt. Ég meina, og fólk kann að meta einlægnina meira heldur en sérfræðikunnátuna. Algjörlega, það mjög góða punktur og ég ætla þá aftur að mæla með bók sem ég held að þetta sé þá í 5. eða 500. skipti sem ég mæla með þessari bók hér þetta borð, en ég held samt aldrei neitt hlusta á það þegar ég að mæla með bókum. Ég gefst ekki upp. Hún heitir Outclass eftir Joan Íkistundum. Jésu gerði það alveg líka, þú veist þegar hann var að segja eitthvað. Ég segja 500 brauð og 5.000 fiskar, það má alveg Íkistundum. En hún heitir Outclass eftir John C. Williams og meitt greining á afstöðu fólks í Bandaríkjunum, kjósenda, fólk sem að tilheyrir þessari svona lægri millistétt og verkastéttinni, fólk sem dansar ennþá á línunni, ekki dottið onni örbreiðu
viðbrögðin ekki dottið ofan í eymdina. Þetta ennþá að geta látið hlutina að ganga með því að færa gríðarlega fórnir og einhvern veginn bara leggja allt sitt í það, bara reyna að halda þaki yfir höfuð og koma börnum til mennta og eitthvað svona. Og þú veist, þetta fólkið sem einmitt getur ekki lengur kosið, þú veist, manneskjuna sem að ljúga en þykist vera göfugri og betri. Þetta fólki sem bara komin svo mikið ógeð á þessu að það vill frekar kjósa Trump af því einmitt það frekar tilbúið til þess að horfa á trúð performera þrátt fyrir það að hann sé eins og hann heldur en að þurfa að horfa upp á mannesku sem að með öllu sínu fasi, allir sínu framkomu segir ég betri en þú og þess vegna áttu að kjósa mig. Þú veist, þú kýst ekki Trump af því að hann segir ég betri og göfugur og heilar en þú kýst hann af einhverjum allt öðrum ástæðum. Fólk kýs, við getum sagt það svona neikvætt að fólk kaus Trump að því að vildi kjósa burt það sem að var. Og það svona, mætti kallast neikvætt. En svo spurning hvernig túlkarðu það sem að kausu Trump. Og það sumir deilt það. Sumir segja að fólk hafi kosið hann vegna þess að hann ýtir undir svona rasísk sjónarmið og hann á móti því frjálslyndi sem hafi áður verið og það sé eiginlega vilji almennings. Og sumir þetta kannski viðtölin sem að Mamdani tekur út á götu og ég veit ekki hvort það séð að það var einhver sem að keyrði Bernie Sanders inn í svona dýpstu riðbelti þar sem að Trump njöt mesta fylgisins og hent honum út og leið honum að tala við fólk og þá kemur náttúrulega í ljós að hans erindi rýmar miklu meira við það sem að fólk myndi vilja sjá. Það sem að fólk vil bara eiga fyrir húsaleigunni og eiga mat og einhverja framtíð og eitthvað slíkt sem að Trump í sjálfum sem ekkert að selja sko. Trump bara ekki fólk bara þreytt á því það hefur einhvern veginn kannski kosið sama og hugsa bara eitthvað aldrei breytist neitt hjá mér þannig að það alltaf verið að segja að ég sé næst í röðinu og svo bara kom aldrei inn breytingar fyrir mig þannig að þess vegna kannski spilar það líka inn í breytta kosningahegðun því að hugsa einhvern veginn ég hef kosið lengi vel þennan flokk sem gerir ekki neitt fyrir mig af hverju ætti ég að halda það áfram það kannski spilar inn í það mögulega eitt þáttur ég að spyrja ef þetta þannig og við trúum því öll að ef þú fer bara með svona klassískt sósíalist erindi til almennings þá mun almenningur velja sósíalisma. Það þannig? Hver spurningin? Að það muni virka? Þetta að segja það spurningin svo að það muni virka? Það Mamdani fer og tala við fólk. Já, þú fer með blokkina og segir bara hvað má bjóða þér ódýr húsaleigu, ódýr mat ég held að þurfi að sannfæra fólk samt líka sko. Það ekki nóg bara að bjóða upp á kosningur það þarf að sannfæra fólk og segja þetta hægt og þetta eitthvað sem þið ættu öll að vilja og líka fólki sem á ekki barn það líka gott fyrir ykkur að það séu leikskólar til dæmis það bara gott fyrir efnahagslífið að fólk getur sett börnin sín í leikskóla og komist út á vinnumarkaðinn þegar það búið að eignast börn og svo framvegis. Það þarf alveg að ræða við fólk. Það þarf að vera hluti af ferlinu, ekki bara að setja fram einhverju stefnu sem fólk nú þegar sammála. Það finnst mér vera... Þannig fólk þarf að trúa því að þú sem sósíalisti getur komið þessu í mark. Á móti mjög sterkum áróður það að margbúið að reyna sósíalismann í heiminum og hann endar alltaf illa. Já, ég ekki viss það ekki víst að besta leiðin sé að ræða þetta á grundvelli hvað sósíalismi og hvað eitthvað annað sko. Þetta náttúrulega bara tæknihugtök sko, sem að venjulegt fólk út á götunni alveg saman. Já, merkimegar sem að skipta menn hann þurfti ekki að segja þetta sósíalisti. Hann sagði þetta fyrst sósíalisti, svo bætta við demokratísku sósíalisti. Bara út frá veruleika, hann talar út frá veruleika fólks og það kannski líka árangur Polanskis úti að hann auðvitað líka að tala þú veist loftslagsmálin út frá veruleika fólks. Hann ekki bara eitthvað varst ekki búin að flokka og þú ert vond manneskja. Þú veist, það ástæðan fyrir heimurinn að farast og það bara þér að kenna því og skóla ekki mjólkurferðin og settir hana í pappa, þú veist, dæmi. Hann bara eitthvað, já, heyrðu, fólk bara að díla við sitt og við þurfum að mæta þeim og þá ekki að kosta meira að vera umhverfisvænna eitthvað þannig og hann líka tala þú veist, eins og hvernig ríkisstjórnin hefur kannski verið að forgangsraða fjármunum í eitthvað sem að þjónar ekkert hagsmunum almenningsins eins og til dæmis varðandi almenningssamgöngur. Þannig hann alveg fer inn í þennan veruleika en ekki að þykjast vera betri og eitthvað svona við þurfum bara öll að vera meðvituð að við verðum öll að vera umhverfisvænni bla 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 af því að tengir enginn. En það aldrei vafið fyrir sósíalistum að það er auðvaldi sem að menga og er auðvaldi sem að eyðileggja loftslagsgæðin, eða ekki? Nei, það hefur nú samt stundum með mitt komið skilabán hefur verið sett þannig fram að þetta snýst að það sé sérekina? Já, hluta til, sko. Það hefur alveg komið þannig út. Ég er ekki að segja að það sé hafa verið með eigin skilabán hjá neinum stjórnmálaflokki, en ég meina, því miður hefur það allan verið tilfinning sem fólk hefur fengið.
að við séum einhvern veginn að þykjast vera betri eins og svolítið orðað aðan. Ég meina og það ekki, held ég, góð ásýnd fyrir svona það mjög slæm ásýnd og það mjög slæm ásýnd að taka, ef þú manneskja sem í hárri stöðu, hefur góð laun, getur tekist á við kannski svona auknar skyldur vegna þess sem að lífið kannski að öðru leyti ekkert svo sérstaklega erfitt eða flókið versus svo manneskja sem að lífið bara allt erfitt og flókið og þegar að sligast undir allir þeirri ábyrgð, allir þeim skyldum sem hafa verið lagðar á þér og svo koma skilaboð að þú einhvern veginn að halda áfram að færa fórnir eða gera lífið flóknara þetta einmitt getur gert fólk mjög afhuga því sem að þarf að útskýra fyrir fólki að verði að vera samfélagslegt sameiginlegt verkefni en alvöru sósíalistar hafa náttúrulega verið að segja mjög lengi fólk sem svona djúpt inn í þessum þessum pælingum og getur útskýrt með mjög skilmerkilegum hætti með hvernig að það er ekki notkun einstaklingsins á hlutunum sem að koma okkur eða hefur komið okkur á þann stað sem við erum á heldur einmitt kapitalisminn og kolefnisfótspor hans síðustu mörg hundruð árin að þú getur ekki og ég trúi þessu til dæmis bara mjög mikið, þú getur ekki og hefðir aldrei geta raunverulega leyst loftslagsvandann nema að helst fyrst eða í það minnsta leið tækla félagslegt og efnahagslegt óréttlæti. Vegna þess að ef við trúum því að þetta þurfi að vera stórt samfélagslegt verkefni sem að muni raunverulega hafa miklar breytingar í för með sér á lífstíl okkar og hegðun, þá augljóslega þarf fólk fyrst að vera komið á þann stað að það hugsi ekki, þessi ógeðslega ríkur, ógeðslega valdamikill, hann ætlar eitthvað að vera að skipa mér fyrir, hvað skona djók þetta? Og ég til dæmis held að ein af megin ástæðan fyrir þess að fólk svona kannski neður í tekjustíðunum hefur ekkert verið sérstaklega ginnkeypt fyrir því að verða eitthvað æðislega umhverfisvænt, það að stjórnmálafólki sem á sama tíma og það að segja okkur að hegða okkur vel, að fljúga kannski tugum sinnum á ári á ráðstefnur. Þetta bara eitthvað sem að venjulegt fólk bara vá, þvílík hræsni, þetta eitthvað grín? Ég má ekki fara, einu sinni á ári til tenni og einu sinni á ári kannski aftur til tenni, ég veit það ekki. En þau með að fara, ég veit ekki hvað kom einhvern statistík einhver dagbjörg ekstra eitthvað, ég maður það ekki. Þau eru important náttúrulega. Bara tugir ferða. Þetta hugsa allt venjulegt fólk bara eitthvað, þú getur ekkert sagt mér að ég sé eitthvað léleg ef að þú sjálfur ætlar ekki að axla neina ábyrgð. Sósíalistar myndu líklega segja að við leysum ekki loftslagsvandann nema að ná völdum af auðvaldinu. Við getum ekki gert það meðan auðvaldi hefur í völd í samfélaginu. Já, bara tengja saman félagslegt réttlæti og loftslagsbreytingar. Ég ætla aðeins að stóða þessu með samvætti völdina því það áberandi í kosningabaráttu Mamdani. Hann stillir sér upp gegn auðvaldinu. Og það er svona vísa í Occupy Wall Street þar sem að þetta orðfæri var svolítið þróað, svona 1% og allt það. Og hann lýsir, það auðvaldi ríku sem eru andstæðingur okkar alþýðunnar. Það er bara mjög skýrt hjá honum og það sömuleyti þetta skýrt hjá Bernie Sanders. Kannski þurfti Corbyn svona því að hann var alltaf með hægri krattana með sér að tipla aðeins í kringum þetta. En mér finnst þetta að vera mjög skýrt hjá Mamdani að þetta eru víglínurnar í samfélaginu. Það eru allur almenningur og hinn ógeðslega ríku. Já, enda líka hafa hinnir ógeðslega ríku orðið bara ógeðslega ríkari á kostnað hvers. Þetta verður aðurlu og þess að þurfum að taka völd af þeim. Ég meina Musk var að fá ansi feitan tékka nú nýlega daginn. En aðeins bara varðandi, ég vildi bara segja örlítið, þetta náttúrulega baráttan gegn loftslagsbreytingum náttúrulega líka snýst stéttapólitík. Samgöngur eru stéttapólitík. Almenningssamgöngur eru stéttapólitík. Mengun líka stéttapólitík. Ég meina þetta allt af sama meiði, Og ég meina það er náttúrulega bara réttindi okkar allra að búa í heilnæmu umhverfi. Og það bara á við okkur öll, sama hvar við erum, hvað stöðu eða stétt við tilheyrum, Ok, þá spurningin, það áranguríkt fyrir vinstrið að stilla sér upp sem höfuð andstæðing auðvaldsins og það sem að Mamdani gerir líka, Trump, sem þá sú menningarpólitík sem hann rekur. Já, ég held það nú og stilla upp gegn auðvaldinu, það verður líka að passa að vera ekki
bókstaflega hluti af auðvaldinu, sko, eins og flestir frambjóðandi demókrata eru þetta, sko. Þeir eru flestir einhvers konar milljónamæringar, eins og Harris og Cuomo náttúrulega sem ætlaði að komast þarna að. Og verða það með því að gegna embættum. Já, eða það, en yfirleitt er þeir orðnið það, sko, eins og þeir komast ekki, þeir eru ekki með nóg mikið fé til þess að geta komið kosningabaráttunni af stað án þess að vera með, þú veist, án þess að vera nú þegar milljónamæringar, sko. Og það er auðvitað eitt sem er gífurlega mikilvægt, snýst þessa svona einlægni sem við höfum verið að tala um, að bara stjórnmálafólk sé bara venjulegt fólk og sé í þessum sömu eða svipuðum aðstæðum og venjulegt fólk og kannski ekki bara stjórnmálafólk, þetta líka fólki sem í kringu, fólk sem starfa fyrir stjórnmálaflokka, ráðgjafar og svona veis. Það ekki góð þróun þegar það orðið svona einhver svona stétt í sjálfur sér sem deilir bara ekki kjörum með almenning. Og það snýst líka menntun, svo ég segi það nú því ég úr háskólanum og svona. Það heldur ekki gott ef að stjórnmálaflokkar sem eiga að vera eitthvað til vinstri eru bara uppfullir af einhverju fólki með doktorspróf eða prófessorar eða eitthvað slíkt. Það er einu ástæðan fyrir því að ég er ekki sérstaklega að taka þátt í stjórnmálum. Ég held að sé bara ekkert gagnlegt fyrir sérstaklega flokka á vinstri hliðina að fá bara einhverja endalausa fræðinga inn í stjórnmálaflokkinn. Þeir eiga að vera samanstanda af fólki sem að deili kjörum bara svona, og almennum svona menntunarskilyrðum og öðru slíku bara með almenning. Þetta allt í lagi að eitthvað fólk inn á milli sé eitthvað ríkara eða með öðru sem menntun, en svona, það þarf að endurspegla fólki sem að það á að representera. Venjulegt fólk lítir ágjafa hjá lögfræðingin að það sé ekki bara lögfræðingar sem eru að bjóða fram. Já, einmitt til dæmis, já. En mér finnst líka, sko, Mamdani, hann stilti sig líka upp gegn, sko, auðveldinu vissulega, en líka gegn öfgahærunu. Og hann náttúrulega talaði mjög bara lóðbeint inn í það og það er engin menningarpólitík, það er bara öfgahægri sem að Trump er að boða á hans fylgisinnar og það er í raun og veru það sem við þurfum líka að fara að tala gegn Hvað er öfgahægrið? Öfgahægrið, það er að veikja kerfin, það er að henda út þeim sem að hafa einhvern annan húðlit eða bakgrunn eða trú heldur en heil ráðandi stjætt hvítra kalla, sko. Ég kalla þetta menningarstríð, sko. Já, ég bara er svona leið á þessu menningarstríði orði að ég tala þetta bara, tölum öfgahægri, sko. Þú veist, tölum það og tölum líka bara vandræðin sem að hægrið er í. Hægrið er í fullandi vandræðum, sko. Það er líka eitthvað sem við höfum eftir að sjá gerast líka. En ég segi, mér fannst líka rosalega gott að sjá hann gera þetta tvennt. Í raun og veru tala gegn auðvaldinu og líka gegn öfgahægrinu á sama tíma. Og hann gerði það mjög vel, mjög skýrt og hafði árangur. Og ávarpaði spillinguna líka, náttúrulega fyrir borgarstjóri eða New York, Eric Adams, það átti nú að fara að kæra hann, en svo var hann komin eða ekki í lið með einhverjum og já, þannig að þeir standa saman. Hann tekur að sér, hann eiginlega þiggur tilboð Trump að verða höfuð andstæðingur svona, eða svona pósturbói eins og sagt er og þiggur það. Þannig að hann ætlar að vera andstæðan við Trump. Já, og líka, sko, þú veist, þetta öfgahægri eins og við sjáum það birtast í Bandaríkjunum er náttúrulega líka veiking á kerfunum. Það er veiking á kerfunum, þú veist, það er veiking á velferðarkerfinu, það er veiking á heilbrigðiskerfinu eða skólakerfinu, þannig að það hafi allir aðgang að því óháð efnahag. Það er vissulega þannig og það er pólitíkin sem að Trump og hans fólk er að iðka, mjög grimmt. Tölum hægri, segir þú? Já, ég meina við nennum ekki að kannski tala hægri endalaust, en ég bara segja að það er líka rosalega vandræði sem hægri er í og við sjáum það víða. Það er svolítið talað í umræðinni sem við sem óhjákvæmlega í einhverju rosalegri hægri bylgju sem er svolítið skrítið af því að við sjáum lengi merki þess á Íslandi. Það sem er að vaxa á Íslandi er bara miðjan og miðflokkurinn og sjálfstæðisflokkurinn er alltaf að glíma við þessi 33% á góðum degi hjá þeim, niður í svona 28% fylgi samanlagt. Við sjáum í kosningar, það er í Hollandi, ég veit ekki hvort að leggja þá meklingu í forsetakosningarnar í Írlandi. Það við erum að fara núna í borgarstjórnarkosningar í Kaupmannahöfn sem getur enda með því að það er borgarstjóri frá Eneslistin og fyrsta skipti í 100 ári eru þið ekki sósíaldemókrati af því að Eneslistin og sósíalíska þjóðarflokkurinn takist að vera með meirihluta. Þannig að sömuleyti þá göngum við svolítið inn í samþykju að það sé óhjákvæmilegt að verði eitthvað svona hægri bylgja út af einhverju tilteknum ástæðum. En svo ámaður ekki alltaf erfitt með að benda á það. Náttúrulega síðustu þriðjudag var náttúrulega skýrasta dæmi það. Ég held að enginn hafi búist við svona lélegri útkomu Trump og félaga.
En einhver að ganga eitthvað inn á það automatist það sé bara einhver óumflýjanleg hægri bylgja? Ég heyri það í svona spjallþáttum sko, nema helst þér. Já, ég veit ekki, ég held bara að, þú veist, ég menna við erum bara komin á, þú veist, það er bara krísur allstaðar, þú veist, það er bara viðvarandi krísu ástandi í kapitalismanum, þú veist, það eru stríð, þú veist, stríð sem að mega ekki enda, þú veist, það má ekki lengur hafa, þú veist, reyna að nota diplomasíu til þess að stoppa stríð, heldur evrópsk valdastétt bara obsessed af því að viðhalda til dæmis stríðinu í Úkraínu og tilbúin til þess að funnela fjármunum innan úr velferðarkerfunum í þetta. Þú veist, þannig að stjórnmálastéttin orðin alveg bara snarrugluð, sko. Þú veist, það er krísa í umönnunarkerfunum okkar, þú veist, þau eru annarkvort bara hrunin eða að hruni komin. Það eru krísur í húsnæðismálum allstaðar og auðvitað þetta bara að fara að búa til eitthvað tryllingslegt upplausnar ástand og ég get nú ekki litið svo á að forsetakosningarnar á Írlandi séu sambærilegar við það að einhver miðjulibbi hafi unnið í Hollandi. Þú veist, mér finnst þetta ekki það sama. Ég að segja dæmi að þessi hægri bylgja sem alltaf verið að boða, hún bara erfitt að finna hana. En þetta ekki bara dæmi, þetta ekki bara allt saman dæmi það að pendullinn hann bara sveiflast. Ekki til hægri, heldur til vinstri. Og hann bara fer til hægri og svo fer hann til vinstri og svo hann stopp í miðjunni og kannski þetta bara svona orðið svolítið eins og lyftan í súkkulaði versmiðunni þú veist, munið ekki eftir lyftunni í Roald Dahl bókinni þar sem að lyftan, þú veist, hún fer ekki bara upp og niður, hún bara fer út allt, þú veist. Og þetta svolítið þannig nútíma pólitík, þú veist, hún bara einhvern þú heldur kannski að þú sést að fara að ýta á þriðju hæðina og sérstulegin þanga en þá allt í næstu bara komin á einhvern allt annan stað og svo ferðu aftur inn í lyftuna og heldur að þú sést núna að fara að komast niður á fyrstu hæð en aftur ertu bara komin á einhvern allt annan stað. Þannig að ég held líka það að við ætlum að reyna eitthvað að greina pólitískt ástand, þú veist, þá mun heldur ekkert duga fyrir okkur að vera með einhverjar svona gömlu greiningarnar vegna þess ef við viðurkennum að nýfrjálshyggjan hefur skapað, þú veist, brjálæðislega upplausn, ef við viðurkennum að kapitalismin einhvern veginn komin á þann stað að hann bara heilt yfir toxic. Að upplausnin sé afleiðing af nýfrjálshyggju. Já, ef við viðurkennum þetta. Það sé ekki hægt að hafa ekki upplausn og nýfrjálshyggju. Ef við viðurkennum það að, þú veist, verkafólk á ekki lengur neina flokka, það á engan massbasa, þú veist að verkalýðsfélög hafa verið veikt, þú veist að verkalýðshreyfingin hefur orðið svona stofnun bara inn í stofnanaveldinu í stað þess að vera tól til þess að advansera hagsmunum verkafólks, þá líka hljótum við að viðurkenna, við getum ekki alltaf verið einhvern veginn að segja bara já, ok, nú þetta að fara til hægri eða nú þetta að fara til vinstri eins og það sé einhver eðlileg kosningahegðun í gangi, einhver eðlileg kosningahegðun sem var fyrir einhverjum áratugum síðan vegna þess að það augljóst að svo ekki. Já, það náttúrulega gríðarlegar breytingar sem eiga sér stað, það eru margir sósíaldemókratískir flokkar sem eiginlega bara horfnir og eins og þeir hafa ekkert rosalegt vægi í frönsku stjórnmálum lengur. Samanlagt fylgi Íhaldsflokksins og Verkamannaflokksins í Bretlandi minna heldur en reform í könnunum og græningjarnir eru með meira. En þegar þú segir þetta, en á sama tíma ertu að segja að það sé engin hægri bylgja. Þú veist. Jú, hún þar. Hún þar. Já, hún þú veist, og hún getur líka bara styrst yfir því að það gerist eitthvað. Það einhver flóttamaður sem fremur glæp. Þá getur komið eitthvað spæk í atkvæðum til hægri flokka. Svo kemur einhver fram og þú segir eitthvað annað og þá getur orðið spæk í atkvæðum til vinstri flokka. Það sem því vorum að tala að fólk velji neikvætt og það gera náttúrulega ennþá frekar í skoðanakönnunum. Að ég held til dæmis að ef að uppgangur græningja heldur áfram eða verður til Your Party á Corbyn og svolítið annað, að þá kemur einhver valkostur sem að fólk sem óánægt með núverandi kerfi getur raunverulega bent á annað en reform. Og þessi reform með 70% fylgi þeirra sem ekki kusu síðast. En sko, bæði í Hollandi og í New York, þá erum við líka að sjá kosningasigrar sem byggjast á von. Af því að fólk ekki alltaf til í að kjósa bara eymd og volaði og brjálæðislegan reiðilestur, heldur líka einhverja von að hægt sé að breyta einhverju eða einhverja von það að hægt sé að stemma stigu við öfgahægrinu eða fráls, þú veist, eða hvað við viljum kalla þetta, skilurðu. Þannig að ég held líka að það sé að fólk sem að það kýs líka þegar það sér von einhverja breytingar, eitthvað annað. Nýja framtíð.
einhverja nýja framtíð, já. Þetta upplausnar ástand, ef að vinstri skipulagt, þá getur það einmitt verið mótvæði við þessu upplausnar ástandi sem að byggir raun ekki á neinu. Þú veist, við sjáum kannski flokka vera með einhver slagorð og svo ekkert að bakvega, þannig ég held að þetta sé bara gott tækifæri sem að nýta vel og bara skipuleggja sig í þágu fólksins sem að treystir á vinstrið. En það auðvitað einmitt svo mikið á bakvið. Það náttúrulega vandinn. Það ástæðan fyrir því að hlutirnir eru svona, einmitt af því að það svo mikið á bakvið. Fólk hefur svo ótrúlega mikið af ástæðum til þess að sýna með aktífum hætti í atkvæðagreiðslum andúð sína á kerfum, andúð sína á ríkjandi valdastétt, andúð sína á því að það sé verið að fá þau til þess að samþykkja stórar breytingar á samfélögunum sem að þeim líður eins og þau hafa aldrei samþykkt. Þannig að einmitt ef við ætlum bara að hugsa þetta þannig að þetta snúist að veita fólki von og fólki á sig vonina, þá held ég við sem einmitt ekki á góðum stað. Ég skildi Rósu þannig að kjósa svona fram að því að stundum verið sagt að stjórnmál undanfarna áratug hafa ekki verið að selja okkur framtíðarsýn, heldur verið að verja okkur fyrir ykkur og það á sannarlega við ysta hægri. Það ekki að selja okkur einhvern heim nema kannski bara gamlan heim gamlar hugmyndir, gamlar úrræðstar sem eru sósíalistar og hafi ekkert verið heldur í því að selja okkur að við getum fundið einhvern skárri heim saman. Ég hef ekki verið að verja okkur fyrir einhvern anskotanum. Já, auðvitað hefur þetta verið mikil varnarbarátta gegn uppgangi hægrisins og líka þessum aukna ójöfnuði. Vinstri hefur ekki þátt í uppgangi nýfrjálshyggjunnar, það bara eins og... Já, en ég að segja að fólki í vinstramegin við mig hefur náttúrulega líka verið í varnarbaráttu líka. En það kannski líka alveg hægt að minnast á það hér, þú veist að hægri hefur líka verið bara að verða grimmara og ógeðslegra heldur en kannski vorum að sjá fyrir efnahagshrunið eða hvenær sem við getum tekið einhver tímapunkt sko. Að því með þessari auknum ójöfnuði þá verður til svo mikið grimmd sko inn í hennum kapitalíska heimi sko. Þannig að þau þeir aðalega sem verða ríkar og ríkari, þeim slétt sama réttindi verkafólks eða réttindi launafólks eða réttlátt samfélag sko. En ég held sko fyrir verkafólk að árin núna eftir hrun hafa kennt fólki með þetta að það skiptir einhver máli hvað þú gerist. Ég held í alvöru að það sé svo stór hópur af verkafólki sem að hugsi með sér, já það skiptir einhver máli og þess vegna sé líka þessi tilhneiging til einhverjar svona tilrauna mennsku að þú veist, kjósa, ég meina fullt af fólki kaus Obama, svo fór það að kaus Trump. Þú veist, hvað þetta annað en bara einhver svona blatant, bara svona tilrauna mennska, bara til að sjá, þú veist, hvað gerist. Eða kjósendur flokk fólksins sem að þú veist, fara þangað og prófa það. Bara af því að til dæmis, manneskja, segjum bara hér í Reykjavík, manneskja sem að hefur bara alltaf skilgreint sig sem vinstri manneskja sem að einhvern veginn hefur alltaf, þú veist, notast við þessi gömlu góðu gildi vinstri sinns, en svo horfir þessi manneskja kannski í kringum sig bara á sínum vinnustað, til dæmis segjum bara hún vinna á leikskóla eða eitthvað svoleiðis og hún hugsa bara með sér, þú veist, hvað vitir í því fyrir mig lengur að vera einhvern veginn að segja ég ætla að kjósta vinstri og segjast vera vinstri manneskja. Hvað hefur batnað hjá mér þessi síðustu 10+ ár sem ég hef alltaf hegðað mér með þessum hætti og það líka ástæðan fyrir að fólk fer að sýna einhverja svona afbrigðilega kosningahegðun út af því að það lítur í kring og segja býtu, ég bara að vera að gera sama hlutin aftur hlutin hafa ekkert batnað eða þvert á móti versnað og það ekki alltaf sagt eitthvað svona það sé til marks geðveiki að þú veist gera sama hlutin aftur og búast við einhverjum öðrum niðurstöðum. Stundum hefur bara eitthvað valkost, þú mætir á kjörseðil og það eru bara slæmi kostir. Já, og þá kannski hugsaðu bara fuck it, þá bara ætla ég að prófa þetta. Ég held íslenski kjósendur hafa gert þetta, þeir reyndu vinstri flokkan eftir hrun, svo reyndu þeir eitthvað skrítið Framsóknarflokk Sigmundar Davíðs, svo reyndu þeir kosningasigur Bjartrar framtíðar og Viðreisnar og bara íslenski kjósendur nákvæmlega svona, þeir bara reyna eitthvað nýtt hverju kostingum. Það var bara í COVID-kostingunum sem við kusu sko íhaldsamt. Ríkjandi valda. Já, það var kannski líka nefnir sem sammengi bara minnkandi stjórnmála þáttaka, mjög mikil og og það tengist því að þú hefur ekki lengur meðlimur og hefur aldrei verið meðlimur í stjórnmálaflokki, hefur aldrei mætt á fund hjá stjórnmálaflokki eða neitt slíkt, þá eru tengslin við nokkurn stjórnmálaflokki miklu minni og þú berð ekkert traust til einhvers stjórnmálamanns eða stjórnmálamannesku eða eitthvað slíkt og
þá bara miklu minna sem þarf til þess að þú hoppir frá reynum flokki yfir annars og auðvitað það kannski, það tengist kannski því að þau upplifa þessi stjórnmálaflokkar hafa svikið sig, en það tengist þetta líka öðrum hlutum bara eins og flokksmiðlar og svona einhver almenn hegðunarmynstur sem hefur breyst bara mjög mikið. Og svo maður tengir þetta líka við verkalýðshreyfinguna því þetta hafa flokkar til vinstri, sérstaklega sósíaldemókratar hérna á Norðurlöndum tengt sér mjög sterkt við verkalýðshreyfinguna. Og þá þetta ekki bara þannig að þú kýst flokkina því þú einhvern veginn giskar á það að hann fyrir standa fyrir þínum hagsmunum, heldur þú kýst hann vegna þess að þú ert með beina leið inn í verkalýðssamtök sem hafa áhrif á flokkina frá degi til dags, skilur, þannig að þú ert að kjósa flokk til valda sem að þú get beint haft áhrif á gegnum þína verkalýðshreyfingu. Þannig að þú ert ekki bara að gera eitthvað 4 ára fresti, þú ert raun að vera að fá einhverja manneskja inn sem er þinn fulltrúi með frekar beinum hætti. Og þetta er náttúrulega bara svolítið að verða pínu horfi í íslensku með svona norðurlanda stjórnmálum og það er ekki gott held ég fyrir vinstrið. Þetta var eyðilagt, eins og sagtir. Herðu, frábært að fá okkur hérna að tala vinstrið í tilefni af kosningasigri Mamdani í New York. Sólveig, Sanna, Rósa og Finnur, kærar þakkir. Takk sem leis. Við ætlum að koma hérna saman bræðurnir og ljúka þættinum eftir augnablik. Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is. Samstæða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Húnavellir gistihús, gisting og tjaldstæði á góðu verði, morgunmatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgangað öllu sem tilheyrir gistihúsi. Upplýsingar í símum 848 7012 og 861 2319. Tölvupóstur hunavellir@hunavellir.is. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að